Axel, til hamingju með sigurinn. Hvað var þessi skópinn að sigur að þínum mati í kvöld? Þakka fyrir, það er náttúrulega mjög margt sem að skiptir máli, en svona kannski yfir heildina þá getur maður sagt að við spilum mjög aggressíft, náðum að skipta yfirleitt mjög vel, sérstaklega svona þessi hluti kannski fyrstu 15 mínúturnar í seinni hálfleik sérstaklega, fannst mér vera góða hjá okkur og við vorum eiginlega að gera það mjög erfitt. Allt sem við reyndum var svona að pressa á boltan og pressa manninn með boltan og það að pressa manninn sem var kannski að reyna að opna sig á blokkinni og svo framvegis. Svona náðum að hafa þannig að þeir fengu aldrei frið til að stilla upp og gera það sem þeir vildu gera. Svo náttúrulega hinum megin, ég veit ekki búinn að athuga prósentunar en ég held að við hitt bara býsna vel. Og náðum svona, ég held að við líka bara náðum að halda dampi að mesturleyti að vera að gera hlutina krafti. Við duttum svona eiginlega afskaplega lítið fannst mér í að handbolta að láta bolta ganga út að þryggja og reyna svo erfitt skot. Já. En svo latt Brynjar í gang hérna tímatölu seinni hálfleik og þetta í fjóra röð. Já, við duttum aðeins á heilan. Smá skjálfti. Já, hann náttúrulega gerði það sem hann gerir best að negla fjórum á 40 sekúndum eða hvað sem það var, skiljið. Það var að vera tánum alltaf með svona mann, en þetta spilir allt saman, menn ef að sóknir ekki gera krafti og skipulega þá kemur kannski vont skot og enginn fyrir sóknarfrákast og það er óskipulega og vörðin að koma tilbaka og þá losnar hann fjórum sinnum í röð og setur hann. Það gerist, það er svona góða leikmenn. En þið höfðu þetta, til hamingju með þetta. Þakka fyrir.